Góðan daginn, kæru vinir. Hér erum við samankomin í Stórhólskirkju til að kveðja hinstu kveðju Ólaf Ólafsson. Við kveðjum hann í trú, nú sé hann á góðum stað, þar sem engar áhyggjur þjaka, engar sorgir hrjá, heldur sé hann umvafinn englum og kærleikans ljósi. Við skulum hefja stundina með að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja saman. Almáttug og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpað okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa þessa stund og þær minningar sem hún er helguð. Leyfðu okkur að finna þína nálægu ást. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Sálmum sínum
Í Opinberunarbók Jóhannesar stendur: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert hár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til, hið fyrra farið. Sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég geri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heila orð, Guði sé þakkargjörð. Í síðara bréfi Páls til Korintumanna stendur: Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem hughreistir mig í sérhverri þrengingu minni, svo ég geti hughreist alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughreistir mig. Eins og ég teki ríkumæli þátt í þjáningu Krists, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. Þannig hljóðar hið heila orð, Guði sé þakkargjörð. Mér finnst ég varla heill né hálfur maður, og heldur ósjálf bjarga því vel. Ef værið þú
höldum sungið gengið gleymt okkur hjá blómunum, rökkva ráðið stjörnum á, gengið saman hönd í hönd, hælátt farið niður á strönd, fundist að sameina beggja sál. Horfið nú sumarið og sólin, í sálu minni hefur gríma völd, í æsku léttu eins og myrkur jólin, nú veit ég sitt vetrarkvöld, því eitt sinn verða allir menn að deyja, eftir bjartan daginn kemur nótt, ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt. Ég gái út gluggann minn, og gangi þú hliðið inn, mér alltaf sýnist ég sjái þig, ég rýni út rifurnar, ég reyndar sé þig alls staðar, þá napurt að næðir hér og nístir mig. Við heyrum heilagt guðspjöld sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta þér skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þið séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þið. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn þangað? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra.
Hvað gerir samfélag að samfélagi? Hvað gerir samfélag að stað þar sem maður vill búa á? Flest öll geti verið sammála það hvað þarf að vera til staðar í samfélagi til að við myndum vilja búa þar. Og eins hafa verið gerðar ótal margar stórar rannsóknir á þessum málum. Fyrst ber að nefna svo kallaða grunnþjónustu, skóla, heilbrigðisþjónustu og verslanir. En það þarf meira að vera til staðar. Það þarf að vera til staðar atvinnumöguleikar, húsnæði, tómstundir, afþreying og góð framtíðarsýn. Og hver ber ábyrgð á því að þetta sé allt til staðar? Auðvitað er það þannig í dag að það er að mestu leyti hlutverk sveitarstjórnar, sveitarfélagsins og einhverju leyti ríkisins að sjá til þessi hlutir séu í lagi. En svo er það stundum þannig að íbúarnir sjálfir taka málin í sínar hendur og reyna allt hvað þeir geta til að gera samfélagið að fýsilegum stað til að búa á. Bæði með það að leiðarljósi að fjölga íbúum en líka til að gera líf þeirra sem búa nú þegar í samfélaginu betra. Ólafur Ólafsson var einn af þeim mönnum sem tók málin í sínar eigin hendur. Hann vildi byggja upp samfélag þar sem fólk myndi vilja búa. Hann vissi hvað þyrfti að vera til staðar og gerði allt sem að hans valdi stóð til að gera Hvolsvöll að aðlaðandi og góðum stað. Hann hafði ótrúlega mikil áhrif á það hvernig bæði mannlíf og byggð þróaðist í Rangárþingi. Hann var svo sannarlega frumkvöðull á mörgum sviðum. Bæði sá hann til þess að hér var hægt að uppfylla grunnþarfir fólks og hann sá líka til þess að hér væri blómlegt félagsstarf. Sem dæmi má nefna að hann stofnaði Rotary Klúbb Rangæinga árið 1966, var einn af stofnendum Bridds og skákfélags Rangæinga og kom síðar að stofnun félags eldri borgara. Eins og þið vitið öll geti þessi upptalning á félagsstörfum Ólafs verið mun lengri. Enda var Ólafur klár, velviljaður og drífandi maður, auk þess að vera gæddur mörgum öðrum góðum kostum. Ólafur Ólafsson fæddist 5. maí 1924 í syðstu mörk undir vestur Eyjafjöllum. Hann fór stundum með þessa vísu. Er frá mörk og á mér von við Eyjafjöllin fögur, Ólafur heiti Ólafsson, árgerð 24. Foreldrar hans voru þau Ólafur Ólafsson bóndi og kona hans Halla Guðjónsdóttir húsfreyja. Systkini Ólafs eru í aldursröð, Sigríður fædd 1921, Guðjón fæddur 1922, Sigurveig fædd 1925, Sigurjón fæddur 1927, Jóhanna Guðbjörg fædd 1928, Árni fæddur 1931 og Ásta fædd 1939. Þau hafa nú öll hvött þannan heim, blessuð sé minning þeirra. Það var snemma ljóst að Ólafur var í útsjónasamur, klár og fljótur að læra. Sem dæmi má nefna að 14 ára gamall var hann sendur til að læra synda. Eftir 6 daga nám gat hann synt hvíldarlaust 1000 metra. Hann ólst upp við en hefðbundnu sveitastörf en hann var ekki gamall þegar hann fór að vinna utan heimilisins. Strax eftir fermingu fór hann að starfa sem gegningamaður í Neðridal undir Eyjafjöllum og eftir 2 vetur þar fór hann til Vestmannaeyja og vann í aðgerð. Þaðan lá leið hans til höfuðborgarinnar þar sem hann vann hjá setuliðinu, verkamannastörf, bæði í og við kringum borgina. 18 ára gamall hóf Ólafur námi í Héraðsskólann á Laugarvatni og 2 árum síðar fór hann í Samvinnuskólann í Reykjavík. Eftir útskrift þaðan 1946 hóf hann störf hjá kaupfélagi Hallgeirseyjar á Hvolsvelli, sem hét Kaupfélag Rangæinga frá 1948 það var sameinað Kaupfélagi Rangæinga á Rauðalæk. Þar var Ólafur afgreiðslumaður, síðan deildarstjóri, þá fulltrúi kaupfélagsstjóra og loks útibússtjóri að Rauðalæk í Holtum árið 1954–57. En það var þar sem Ólafur kynntist konu sinni, Rannveigu Júlíunu Baldvinsdóttur, ættari frá Ólafsfirði. Þau hófu búskap á Rauðalæk árið 1954. Eftir 3 góð ár flytja þau á Hvolsvöll og eru þar næstu 2 árin. Ólafur og Rannveig gengu í heilagt hjónaband þann 29. október 1955. Rannveig lést árið 2009, blessuð sé minning hennar.
Þau Ólafur og Rannveig eignuðust 4 börn. Elstur er Ólafur, fæddur 1955. Kona hans er Jakobína Vilhelmsdóttir og eiga þau 2 dætur. Næstur er það Baldvin Guðni, fæddur 1956. Hann á 2 börn af fyrra sambandi. En hann og eiginkona hans gátu því miður ekki verið hér í dag en báðu fyrir innilegum kveðjum til allra. Þriðja í röðin er Ásta Halla, fædd 1962. Hún er gift Garðari Gunnari Þorgilssyni og eiga þau 3 börn. Yngst af systkinunum er Ingibjörg Ýr, fædd 1966. Hún er gift Oddi Árnasyni og eiga þau 3 börn. Barnabörnin eru orðin 10 og barnabörnin 17 talsins. Árið 1959 býðst Ólafi að gerast kaupfélagsstjóri á Ólafsfirði. Þau hjónin slógu til og fluttu búferlum norður í land. Þar áttu þau 6 góð ár, en Ólafur sat meðal annars 2 þeirra í bæjarstjórn og í bæjarráði Ólafsfjarðar. Undir stjórn Ólafs byggði kaupfélag Ólafsfirði nýtt verslunar- og skrifstofuhús sem hýsti meðal annars kjörbúð, vefnaðvöruverslun, búsáhalda og byggingavörudeildir, bókabúð, mjólkursamlag en auk þess rak félagið sláturhús með kjötfristi húsi. Já, það er ekki á færi hvers sem er að stýra jafn fjölþættum rekstri og hafa yfirsýn yfir jafn víðtækt og flókið starf. En Ólafur naut þess alla tíð að hafa nóg að gera. Hans persónueiginleikar komu að góðum notum í slíkum rekstri. Hann var hvatvís, gerði ekki greinarmun á fólki, gat fengið alla í lið með sér, unga sem aldna og var sérstaklega fljótur að taka góðar ákvarðanir. Frá Ólafsfirði fluttu hjónin aftur á Hvolsvöll og var Ólafur kaupfélagsstjóri Kaupfélags Rangæinga frá 1965 til 1989. Þar var svipað upp á teningnum með Kaupfélag Rangæinga og Kaupfélag Ólafsfirði. Það var mjög fjölþættur rekstur. Á Hvolsvelli var aðalverslun kaupfélagsins, þar var kjörbúð, ferðamannaverslun, ásamt því að kaupfélagi annaðist flutninga og vöruafgreiðslu fyrir félagsvæðið frá Þjórsá að Sólheimasandi. Á þeim 25 árum sem Ólafur starfaði sem kaupfélagsstjóri tók félagið miklum breytingum. Undir félagið fór að heyra allskyns annars konar rekstur. Má þar með nefna bifreiðaverkstæði, vélsmiðju, trésmiðju, húsgagnaiðju og prjónastofu. Það er erfitt að ímynda sér að einu manni hafi tekist að hafa yfirsýn yfir allt það sem var í gangi innan kaupfélagsins og hafa auk þess tíma til að sinna áhugamálum sínum og hinum ýmsu félags- og trúnaðarstörfum. Ólafur var alltaf að og gat ekki setið aðgerðalaus. Hann var líka mikill leiðtogi, klári að velja sér starfsfólk sem hann gat treyst og eins og áður sagði þá laðaðist fólk að honum. Hann var líka vel giftur og sá Rannveig heimili þeirra hjóna. Var alltaf tilbúin með heitan mat í hádeginu og oftast eldaði hún vel rúmlega, því það var aldrei að vita nema Ólafi skildi detta það í hug í hvatvísi sinni að draga með sér einhverja karla í mat og kaffi. Ólafur var alla tíð snöggur í hreyfingum og töluðu sumir að það jafnvel liti þannig út að hann hreinlega svifið eftir götunum. Svo léttur hafa hann verið á fæti. En hann fór líka hratt yfir á bíl. Og það var ekki nema fyrir hugmenn að setjast upp í bíl með honum. Og hef ég heyrt margar sögur af loftlausum dekkjum eftir leiðindar holur og gangstéttakanta. Ólafur var alltaf vel til hafður. Gekk gjarnan í frakka og með hatt. Það var honum mikið hjartansmál að klæða sig vel. En hann fór líka alla jafna beint úr jakkafötunum þegar hann kom heim og klæddi sig í vinnuföt, fór út í garð eða gróðurhúsið eða út í bílskúrinn. Hann var mikill ræktunarmaður og áhugamaður ræktun. Hann fór meðal annars í skógræktarferð til Noregs árið 1952. Hann lagaði sína eigin mold og ræktaði grammeti og sumarblóm frá grunni. Og hann gaf fjölda blóma til samborgara sinna hér. Garður þeirra hjóna var alltaf sérstaklega snyrtilegur og fullur af fallegum blómum. Hlutu þau meðal annars umhverfisverðlaun Kolhrepps árið 2001. Eins var sérstaklega snyrtilegt við sumarbústaðinn þeirra sem þau byggðu í Syðstumörk og dafnaði skógræktin þar vel. Ólafur var sérstaklega lausnamiðaður maður og með mikla framtíðarsýn. Hann reyndi alltaf að hugsa verk sín út frá einhvernir orðum Rótari sem eru: er það satt og rétt,
Er það drengilegt, eykur það velvild og vinarhug og er það öllum til góðs. Hér var á sínum tíma mikill húsnæðisvandi. Sem kaupfélagsstjóri stóð Ólafur fyrir því að kaupfélag Rangæinga byggði 43 einbýlishús á Hvolsvelli og Rauðalæk og seldi á kostnaðarverði til að gera fólki auðveldur að setjast þar að. Þetta framtak var einsdæmi og leysti ekki aðeins húsnæðisvandan, heldur skipti það ótrúlega miklu máli fyrir byggðaþróun staðarins. Og það er erfitt að reyna að átta sig á því hvort að svo gífurleg uppbygging sem hér hefur átt sér stað síðustu áratugi hefði getað orðið að veruleika ef ekki væri fyrir svona framtak. Og talandi merkilegt framtak með framtíðarsýn. Þau hjónin byggðu Hótel Hvolsvöll árið 1984 og ráku þar árabil 34 herbergja gistiaðstöðu og veitingasölu. Þetta var löngu áður en sá ferðamannafjöldi sem við þekkjum í dag fór svæðið. Hótelreksturinn var ekki aðeins drifinn áfram af fjárhagslegum hvötum, heldur einnig til að sjá til þess að þessi þjónusta væri í boði hér á svæðinu. Ólafur þótti sérstaklega vænt samfélagið og vildi að öllum geti liðið vel. Hann var tilbúinn að hjálpa þar sem hjálpa var þörf, til dæmis hjálpaði hann fjölmörgum Vestmannaeyingum eftir gosið árið 1973. Og í gegnum tíðina voru fjölmargir sem áttu hjá þeim hjónum athvarf og virtist alltaf vera hægt að finna meira pláss í húsinu. Ólafur léti ekki bara til sín taka í heimabyggð. Hann var lengi formaður Framsóknarfélags Rangæinga, átti sæti í miðstjórn Framsóknarflokksins árabil, sat í stjórn kjördæmissambands Framsóknarmanna í Suðurlandskjördæmi og var varaþingmaður 1 kjörtímabil. Þá sat hann einnig í nokkur ár í stjórn Vinnumálasambands Samvinnufélagana og í stjórn Meitilsins HF í Þorlákshöfn. Og þetta aðeins brot af þessari upptalningu. Áhugamál Ólafs fyrir utan félagsmál voru helst ferðalög og veiði. Hann var mikið fyrir laxveiði, var meðal annars með því að merkja alla hili í Eystri Rangá, en til gamans má geta að einn besti veiðustæður Ytri Rangár heitir í höfuðið Ólafi, Ólastrengur. En þau hjónin fóru líka ferðir upp á fjöll að veiða. Annars ferðuðust þau heilmikið saman, bæði hér innanlands og langt út fyrir landsteinana. Og já, ég segi langt út fyrir landsteinana því þau voru ekki alltaf að fara á þekkta ferðamannastaði. Ein ferðasaga lýsir hvatvísi og fljótfærni Ólafs vel, en það var þegar hann pantaði ferð fyrir þau hjónin til Ísraels. En þegar þau komu þangað, þá voru þau lent á stað þar sem var engin ferðamanna iðnaður. Það var því ekki annað að gera en að hoppa upp í næstu rútu og bruna þvert yfir landið að Dauðahafinu þar sem þau gátu notið sín betur. Þegar Ólafur lét af störfum sem kaupfélagsstjóri 1989 var hann engan veginn tilbúinn að hætta að vinna. Hann rak bókhaldsþjónustu á heimili sínu fram til ársins 2018, þá 94 ára gamall. Þar sem hann sinnti aðalega framtals- og bókhaldsþjónustu fyrir bændur og smærri fyrirtæki. Ólafur var alla tíð heilsuhraustur. Hann passaði vel upp á líkama sinn. Hann gerði morgunleikfimi alla daga. Ég heyrt líka margar sögur af því. Og þegar líkamsræktarstöðin opnaði hér á Hvolsvelli, mætti hann þangað daglega í ullarfötum og flíspeysu. Fór á göngubrettið og að minnstakosti einu sinni í hvert tæki. Svona hélt hann sér unglegum og hraustum og mætti hann alveg þar til hann var 94 ára og fluttist á Kirkjuhvol. En þar hélt hann áfram að hreyfa sig daglega. Á Kirkjuhvoli var Ólafur sáttur og hann leið vel. Hann vildi alltaf hafa nóg að gera og vildi líka að fólkið sitt væri duglegt. Þegar fólkið hans var búið að stoppa hjá hann einhver tíma átti hann til að líta úrið sitt og segja svo, jæja, þurfið þið ekki að fara að koma ykkur að gera eitthvað. Ólafur kvaddi þannig heim 24. desember síðastliðinn, saddur lífsdaga. En ég var beðinn að koma á framfæri sérstöku þakklæti frá fjölskyldunni til allra starfsmanna sem koma þeirri hlýju og kærleiksríku umönnun sem Ólafur hlaut á Kirkjuhvoli. Kæru vinir, við verðum sennilega aldrei áhyggjulaus í þessu lífi. Það er samt svo margt sem við getum dregið lærdóm af. Nýtum þann tíma sem við höfum til að vera þar sem okkur líður vel, með þeim sem veita okkur gleði og hamingju.
Ekki eyða tímanum í það sem skiptir okkur ekki máli og lætur okkur ekki líða vel. Lífið er stór og merkileg gjöf sem okkur hefur verið gefin og við skulum eftir fremsta megni varðveita hana. Njótum lífsins með að dagur er og horfum björtum augum áfram. Í þeirri trú kveðjum við Ólaf með virðingu og þökk. Ólafi verður sennilega aldrei full þakkað fyrir allt það sem hann gerði fyrir samfélagi hér. En Rótari klúbbur Rangæðinga heiðraði Ólaf á 90 ára afmæli hans og reisti honum áleitran Stuðlabergstein í Syðstu Mörk og árið 2013 á 80 ára afmælishátíð Hvolsvellar fekk Ólafur afhentan atkeyr Gunnars sem er æðsta viðurkenning sveitarfélagsins. Við skulum eftir fremsta megni taka hann okkur til fyrirmyndar og hjálpast öll að við að gera samfélag okkar betra og hafa góð gildi til að lifa eftir. Við þögnum yfir farsælu lífi hans og störfum og biðjum Ólafi blessunar alla eilífð. Það eru kærum vinir margir sem hafa hugan hjá okkur í dag og ég veit við finnum fyrir því. Nokkrir hafa meira svo beðið fyrir kveðju. Stína, Steina og börn þeirra báðu fyrir innilegum samúð og kveðjum. Hér er einnig kveðja frá eldri borgarafélagi Rangæðinga og kveðja frá Yngva, mái Ólafs og fjölskyldu á Bakka í Svarfaðardal og eins báðu Villa, Sigfríður og fjölskylda fyrir kveðju til allra aðstandenda. Að lokum hefur beðið að koma því á framfæri að athöfn hér í kirkjunni lokinni er ykkur öllum boðið að koma að þiggja kaffiveitingar í Hvolnum. Og ég bið þess að þið sýnið aðstandendum og fjölskyldu Ólafs þá virðingu og þann heiður að þiggja það boð. Í loka athafnar verður kista Ólafs sett fyrir utan kirkjudyrnar og þar gefst ykkur öllum kostur á því að signa yfir og kveðja. Eftir það munu nánustu aðstandendur fara út í nýja garð þar sem Ólaf verður jarðsettur við hlið eiginkonu sinnar. Guð blessi Ólaf Ólafsson og Guð blessi ykkur öll í Jesú nafni. Amen. Hún lifði hjá steinum á
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú, drottinn, þjón þinn í friði fara, eins og þú heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum. Amen. Við skulum biðja. Lífsins Guð, vertu okkur nálægur á hverri stundu, hverfullar ævi og helga jarðlífssporin svo að við studd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Ólaf, við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen.
Allar okkar óskir, þrár, þakkir og bænir felum við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við skulum segja öll saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Allt eins og blómstrið eina, uppvex á sléttri grund, fagurt með frjóðgun hreina, fyrstum dags morgunstund, á snöggu augabragði, af skorið verður fljótt, lit og brauð niður lagði, lífvænlegt endaskjótt. Svo fætt. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni vill endurfæða oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir: Ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Ólafur, af jörðu ertu kominn, af jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upprísa. Veita Ólafi Drottinn þinn eilífu hvíld og láti þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Ég líf í Jesú nafni, í Jesú nafn ég dey, þó heils og líf mér hafni, hræðist ég dauðan ei. Dauði ég óttast eigi, af þitt mér valdið gift. Í Kristi kraft ég segi, kom þú sæll þá þú vilt. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.
ég fell að fótum